Leitin að klaustrunum stór og mikil bók sem Sögufélagið gefur út eftir Steinunni Kristjánsdóttur fornleifafræðing. Steinunn, velkomin. Þetta mikið verk og feikilega áhugavert og það sem þú ert að gera í rauninni að leita þessari, að sumu leyti týndu sögu klaustrana sem voru á Íslandi og hurfu svo við þessa, svokölluðu siðbót. Já, þessi bók, í þessari bók þá ég að fjalla rannsókn sem ég hóf 2013 og miðaði að því að leita að klaustrunum eins og titill bókarinnar bendir til. Og það var þannig að þegar ég var að grafa á Skriðuklaustri í Fljótsdal, ég vann þar að fornleifarannsókn í 10 ár, að þá tók ég nú í fyrsta lagi eftir því að það sem kom úr jörðu þar var allt annað heldur en við bjuggumst við. Þarna var mynd af klaustri sem ég bara þekkti ekki og var óþekkt hérna. Og ég fór líka að taka eftir því að hversu myndin af klaustrunum, hinum klaustrunum, bara klausturhald á Íslandi, var bjöguð og eins líka misvísandi upplýsingar þær. Það var annaðhvort sagt að þau hefðu verið moldrík og hirt allt af fátæku fólki og þannig á Íslandi, eða þá þau hefðu ekki skipt neinu máli og verið mjög fámenn. Og mér langaði að skoða þessa mynd af klaustrunum og hóf þessa leit og það var ekkert undanskilið. Við leituðum að rústum og við leituðum að gripum og öllu sem hægt var að finna klaustrin. Og niðurstaða mín sú að þetta hafi verið gríðarlega mikilvægar stofnanir. Það voru 14 klaustur rekin hérna á Íslandi á kaþólskum tíma og 9 þeirra voru starfandi við siðaskiptin sem ég vil segja og þegar þeim lokað þá hurfu allir spítalar úr landinu. Og það engir spítalar í landinu fyrir en 100 árum síðar. Engir skólar fyrir almenning eins og var í klaustrunum og ekki fyrir konur, heldur aðeins fyrir yfirstéttar pilta. Og það ýmislegt annað í þessu. Dauðarefsingar eru teknar upp og þær verða mjög algengar. 100 á ári, einu ári segi ég, langt skeið. Og þess vegna er ég ósátt við að sé verið að nota hugtakið eða orðið siðbót. Þú telur það ekki vera siðbót þegar klaustrunum rutt burt og mótmælenda trúin tekur yfir? Já, nei, bara öðru nær og ég tel að hér hafi ríkt glundroði fyrst á eftir og lengi á eftir. Klaustrin, það byrjaði að eyðileggja Viðeyjarklaustur, það beinlínis rifið og það 1539 og fólk drepið. Og klausturgripir eru eyðilagðir, menningarverðmæti eru eyðilögð, það eru bókabrennur og sérstaklega líkneski, brotin og eyðilögð og annað kannski sem þótti verðmætt hafa flutt úr landi. Og það kom ekkert í staðinn fyrir, þú segir að klaustrin hafi verið spítalar, þetta hafi verið líknarstofnanir, þetta hafi verið menningarstofnanir, mér sé að það hefur verið að stunda garðrækt, elliheimili, en það hafi ekkert komið í staðinn. Nei, það hefur mikið vísindastarf þarna, lækningar og eins og nefndir, garðrækt og skólahald og iðnmenntun, mjög mikil, bókagerð og vefnaður og annað og það kemur ekkert í staðinn. Og ég myndi telja til dæmis að staða kvenna hafi sérstaklega orðið slæm við þessi tímamót, þar sem að konur áttu 2 stórar stofnanir hérna á kaþólskum tíma, það nunnuklaustrin 2, sem að þær stofnuðu sjálfar og ráku á vegum kirkjunnar. Þetta hverfur og það eru heimildir það að klaustrin, nunnuklaustrin hafi verið kvennaathvarf á kaþólskum tíma. Og fyrir utan það að náttúrulega að leggja af allt spítalahald, það hlýtur að hafa haft gríðarlegar afleiðingar og það liðu 100 ár þangað til spítali stofnaður í landinu. Og það bara rétt hægt að ímynda sér ef öllum spítalum í landinu allt í lokað hvað verður þetta fólk. Og það þannig að það fer mikið af fólki á vergang þegar klaustrunum lokað, að þetta voru stóri vinnustaðir. Og það talað förumannaplágu. Förumannaplágu eftir að klaustrunum lokað. Og ástandið mjög slæmt og svo ekki síst þetta með líkamlega refsingar, að þær tíðkuðust nánast ekki á kaþólskum tíma því að kaþólska kirkjan leyfir ekki líkamlega refsingar, heldur fólk á að bæta fyrir syndir sínar með greiðslum til kirkjunnar.
og eða þá vinna fyrir klaustrin eða kirkjuna. Þú lýsir þessu eins og það sé ekkert sérstakt gæfuspor að klaustrin leggjast af og þau eru eins og bara þau þurrkist út af yfirborði jarðar, en það eru náttúrulega líka þessar sagnir að sko, klaustrin hafi verið rík og munkarnir og ábótarnir hafi verið spilltir. Já, og það sko með kaþólskri trú að þá einkvænið innleitt og fjölkvæni bannað og þrilluhald og það kemur alveg fram, kom skýrt fram á leitinni að einmitt munkar eiga konur og eiga frillur og allt þetta, þannig að það var spilling í klausturunum, það alveg satt og þau urðu mjög rík en aftur á móti þá ráka þessar mikilvæga stofnanir sem hverfa við siðaskipti. Og að þessari ástæðu tel ég ekki rétt að tala umbætur. En eignirnar hvert fara eignirnar þegar klaustrinum lokað? Þau fara til Danakonungs. Hann tekur yfir allar eigur klaustranna og umboðsmenn hans setjast á klausturstaðina og sjá klausturgósin gömlu og nota þau og þjóðkirkjan í dag er náttúrulega rekin fyrir þessar jarðir sem voru teknar yfir við siðaskiptin og þar með þá náttúrulega breytist eignarhald á þessum jörðum. En sýslumennirnir sem setjast og klausturhaldarnir setjast á klausturstaðina, þeir fá líka þetta vald til þess að ákvarða refsingar, líkamlega refsingar í stað þess að var áður Guð. Þetta stórkostlega mikil þjóðfélagsbreyting sem verður þarna, en hvar voru helstu klaustrin? Þau dreifðist eiginlega hringinn í kringum landið og nema það var ekkert klaustur á Vestfjörðum en nánast hringinn í kringum landið og þau voru 14 en ekki 8 eða 9 eins og oft talið og Þingeyraklaustur fyrsta klaustrið sem að síðan fær brautagengi, það stofnað 1133. Og það síðast á Skriðuklaustri 1549. Og þú ferð með fólk og ert að leita að klaustrunum og sem fannst ekki? Já, ég fer á alla klausturstaðina og leita að minjum þau og öllum vísbendingum sem hugsast geta. Og það svolítið merkilegt að sjá hversu saga hvers klausturs ólík. Öll klaustrin eiga sína sögu. Það hefur verið dálítið viðtekið söguskoðun að klaustrin hafi verið áhrifalítil og smá og veik hérna á Íslandi. Já, það meiri segja sumir fræðimenn telja að þau bara hreinlega lognast út af á löngu fyrir siðaskipti og sem ekki rétt. Þau einmitt eftir að staðmáli síðari leysast að þá byrja þau að safna að sér einmitt miklum auði og þau verða að gríðarlega öflugum stofnunum, fjölmennum, yfir 100 manns á kannski hverju klaustri. Og þau eru þarna 9 undir lokin og mjög rík og öflug og fjölmenn. Og þetta eru þá þéttbýlustu staðir á Íslandi? Já, það líka annað sem kemur í ljós að fólk sem keypti sér leyfi til þess að byggja sér hús við klaustrin og það eru til mjög margir svona samningar sem voru gerðir og byggja sér sem svona próventuhús og það nauta þjónustu úr klaustrunum en átti sinn kofa og þeim lýst, þetta eru litli kofar og það er kannski kista og rúm og til dæmis á Helgafelli það eru til samningar svona 10 svona kofa og það vísað í aðra samninga sem ekki til varðveittir þannig að þetta voru eins og lítil þorp. Svona eins og þjónustuíbúðir? Já, þetta eins og þjónustuíbúðir af því aldraðir náttúrulega nutu þjónustu í klaustrunum og það líka þeir sem fara á vergang eða ég veit ekki hvert þegar klaustrunum lokað. En sum vitum við hvar voru en til þess Helgafellisklaustur það finnst ekki? Nei, það svolítið merkilegt að við leituðum mjög mikið þar en sennilega það nú bara undir kirkjunni og það var nú svo erfitt hjá okkur að leita þar í miðjum kirkjugarðinum. Þetta er stórspennandi saga og einhvern veginn ævintýralegur heimur, heillandi heimur sem að fer inn í þetta við lesturinn. Takk fyrir.